Hæ, ég ætla að kenna ykkur að gera svona snúningskerti. Ótrúlega sniðugt og fallegt fyrir jólin. Og eins sem þurfum við bara svona kerti, venjuleg, og kökukefli eða eitthvað svona eins og þessi flaska, eitthvað svona sem þið getur svona rúllað. Og svo vantar ykkur einhvern með hitamæli til að mæla vatnið. Ég þetta í vaskinum, það er svona minnst að sultið. Svo kveikið við bara á. Sjáu, hérna stendur 54. Aðeinslega 60, en það er gott að vatnið sé svona milli 50 og 60, en alls ekki meira 60 því þá munu kertin bráðna. Og svo setjum ég bara kertið ofan í, svona, og leyfi því að vera hérna í svona 10 mínútur. Mér finnst stundum betur að setja eitt kert í einu, af því að stundum límast þau saman. Maður þarf eiginlega að passa að það sé svona bil á milli þeirra, ef maður ætlar að vera með fleiri en eitt. En ég ætla að reyna að hafa þetta svona. Sjá. Nægi kertið upp á vatninu, þá á það að vera svona mjúkt, þið sjáið. Legga hérna, tek flöskuna og rúlla það svona. Og hinum megin. Rúlla báðum megin. Það á að vera svona og þið verður að passa og rúlla ekki hérna endan og ekki hérna efst, bara miðjuna. Þá er það skemmtilegi parturinn sem er að snúa. Við höldum hérna að sikkur megin og snúum og snúum og snúum alveg eins og við viljum. Svona. Þetta ískalt vatn og því kertin er náttúrulega mjúk svolítið lengi eftir á. En maður vill að það séu svona alveg bein ef maður getur. Þannig ég ætla að láta það hérna ofan í af því þá verða þau hörð. Svona. Leiða mig verið hérna kannski svona 1 mínútu. Og svo þarf maður að láta þau þorna í kannski svona 1 dag áður maður getur kveikt á þeim. Af því að sjáið hérna. Þetta hérna verður bara blautt. Við verðum að bíða eftir að þetta hérna þorni. Þá er þetta tilbúið svona, ótrúlega sæt kerti fyrir jólin og sniðugt ekki við jólagjafir til ömmu og afa og svona. Og ég vona bara sem flestir prófa þetta heima. Þetta er ótrúlega auðvelt og tekur mjög stundum tíma, svona 10 mínútur korter. Mæli með. Bye!